Velkomin á þessa innsetningarathöfn í tilefni af framgangi Eiríks Jónssonar í stöðu prófessors við lagadeild Háskóla Íslands. Ég heiti Daði Már Kristófersson og sviðsforseti félagsvísindasviðs og mun stýra þessari athöfn hér í dag sem fer þannig fram að ég ætla í örfáum orðum að fjalla störf og feril Eiríks Jónssonar sem að síðan mun fá orðið og tækifæri til þess að kynna okkur það af sínum verkum sem hann kýs og draga fram það sem hann helst telur skipta máli. Síðan verður tækifæri fyrir þá sem að hér eru staddir að spyrja Eirík út úr og ræða við hann hans fræði. Að loknum þeim umræðum þá býður félagsvísindasvið upp á veitingar. Nú það þannig að vegna þess að próf eru hafin við háskólann að þá munu þessar veitingar ekki verða veittar hér beint fyrir framan kennslustofuna en það myndi það trufla nemendur í undirbúningi undir próf. Af tillitssemi við nemendur að þá sem sagt fara veitingarnar fram á kaffistofu félagsvísindasvið sem upp í Odda en Oddi sem sagt við munum ganga hér fylktu liði þannig að þeir sem ekki kannast við sig í húsakynnum háskólans munu samt að rata fram en hún sem sagt upp á annarri hæð í því sem að við sveitamennirnir myndum kalla suðvestur hornið á Odda. Ég vil líka minna á og mun minna á aftur að það gestabók hér frammi sem ég vil biðja ykkur að rita nafn ykkar í að athöfninni lokinni. Þessar innsetningarathafnir siður sem að endurvakin var hér á félagsvísindasviði, tíðkaðist í sumum þeirra deilda sem mynduðu sviðið en eru ákaflega ánægjulegar athafnir. Hér verið að heiðra þá sem að hafa náð efsta stigi, mesta framgangi sem að akademískir starfsmenn ná innan háskólans, það að segja að verða prófessorar. Og í dag heiðrum við Eirík Jónsson í tilefni af framgangi hans í stöðu prófessors við lagadeild. Eiríkur Jónsson lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla Vesturlands árið 1997, lauk kandjúrprófi frá lagadeild Háskóla Íslands 2002 og hlaut réttindi sem héraðsdóms lögmaður 2003. Hann hóf síðan framhaldsnám í kjölfarið og lauk LLM-prófi frá Harvard Law School 2006 og loks doktorsprófi frá lagadeild Háskóla Íslands 2011. Og frami Eiríks innan háskólans hefur verið mjög hraður í kjölfarið. Hann var virkur í félagslífi stúdenta á námsárum sínum við Háskóla Íslands og var til dæmis formaður stúdentaráðs 2000-2001. Hann var lögmaður hjá landslögum lögfræðistofu 2002-2007 þegar hann hóf störf við Háskóla Íslands, fyrst sem lektor 2007-2009. Síðan fekk hann framgangi að verða dósent við lagadeild 2009 og var í því starfi til júníloka 2014 þegar hann fekk framgang í stöðu prófessors. Hann hefur sinnt fjölmörgum trúnaðarstörfum, nú síðast í stefnumótunarhópi þeim sem nýkjörinn rektor Háskóla Íslands hefur sett saman til að endurskoða stefnu Háskóla Íslands fyrir árin 2016 til 2021. Hann hefur setið í fjölmörgum ráðum og nefndum í gegnum tíðina, ágætt yfirlit yfir þessi störf Eiríks að finna í hefti því sem að félagsvísindasvið gaf út í tilefni af þessari athöfn. Rannsóknir Eiríks hafa verið á ýmsum sviðum framan af mest á sviði allsherjarréttar, stjórnskipunarréttar og stjórnsýsluréttar og doktorsritgerð Eiríks á því sviði. Hann hefur hins vegar á síðara árum flutt sig að verulegu leyti inn á einkaréttin, fjármunarétt
og tók við honum þegar að Viðar Már sem hér var prófessor fór í Hæstarétt árið 2010 og flest rannsóknarverkefnin eru á sviði bótaréttar, neytendaréttar, stjórnskipunarréttar, stjórnsýsluréttar og fjölmiðlaréttar. Og áherslurnar næstu misserum verða einkum að sögn Eiríks á sviði bótaréttar og fjölmiðlaréttar. Út hafa komið 5 bækur sem að Eiríkur höfundur að ásamt doktorsritgerð hans sem eins og áður sagði kom út frá Háskóla Íslands 2011. Jafnframt eru fjölmargir bókakaflar og fræðileg ritverk til eftir Eirík eins og framkemur í hefti því sem ég vékað hér áðan. Ég ætla ekki að hafa þennan inngang lengri og ætla að biðja prófessor Dr. Eirík Jónsson að koma hér og fara yfir það sem hann hefur hyggju á að fræða okkur að þessu sinni. Gjörðu svo vel, Eiríkur. Takk. Kæru gestir, takk fyrir þetta og fyrir komuna og þetta auðvitað allt og mikið og maður fer eiginlega hálf bara hjá sér við þetta allt saman en ég sem sagt mér var ákveðin vandi á höndu þegar ég var að undirbúa þetta erindi af því ég hef aldrei verið við svona einsetningu. Þannig að ég það var í lítið að sækja þetta fyrsta einsetningi mín og þannig að ég var svolítið að svona læra af sjálfu mér því þetta vissulega skemmtilegt form og gaman að fá svona smá tækifæri til að fara lítið yfir farin veg með ykkur. En uppleggið sem sagt þetta, það sem fyrir mig lagt að ég að taka núna við og flytja erindum störfum mín og framtíðarsýn í kennslu og rannsóknum. Og þetta ætla ég að gera þrátt fyrir að það sé svolítið svona ríkt í manni eftir uppvaxtarárin á Skaganum að það sé nú ekkert voðalega mikið fínt og flott að vera að tala allt og mikið sjálfan sig og sín eigin störf, þá ætla ég samt að gera það og fara núna svona aðeins yfir farin veg og erindi verður byggt upp þannig að fyrst kemur þetta erindi sem heitir, þessi þáttur sem heitir Fortíðin og þá ætla ég svona aðeins að víkja að bakgrunninum og það hvað ég hef verið að fást við í kennslu og rannsóknum og eins síðan kemur þá framtíðin, það sem mun fara yfir það hvað ég ætla að gera á næstu árum í kennslu og rannsóknum og svo enda ég á þessum þætti sem að ber þetta hógværa nafn þarna það sem mestu máli skiptir. En ef við byrjum þá, og það rétt að taka fram að ég mun svolítið einskorða umfjöllunina hina akademísku störf. Það væri mjög gaman að fara að fjalla hinn mörgháttuðu önnur störf sem eru sinnt svona aukastörf samhliða þeim en því miður rúmsins vegna þá það muni fyrst og fremst einblína á hinn akademísku störf. En ef við byrjum á fortíðinni, þá byrjaði þetta allt einhvern veginn svona. Þetta mynd tekin árið 1977, ástæðan fyrir að hún hann inni nú aðalega því að faðir minn grafðist þess. Sagði ég var svo prófessorslegur á henni, en þarna ég nýfættur og sýnir auðvitað bara hvað ég líðinn og góður sonur að verða við þessum tilmælum. En bakgrunninn svolítið þessi sem að hann fór yfir, hann Daði að það sem þetta ekki komið, ég er fæddur í Þýskalandi þar sem að foreldrar mínu voru við nám og síðan ég alinn upp á Akranesi. Og þegar kom að því, eins og aðrir skagamenn, þá fór ég í Fjölbrautaskóla Vesturlands og þegar kom að því að velja framhaldsnám, þá vissi ég ekkert hvað ég ætlaði að velja. Eina sem ég var svona nokkuð klár á var að ég ætlaði ekki lögfræði. Það var eiginlega bara þannig að þegar fyrstu bæklingarnir komu frá HÍ og þegar við tókum okkur upp í vinundir og fórum söður að skoða námsúrvalið þá hreinlega fletti ég yfir lagadeild og fór ekki á bás lagadeildar því að mér fannst á þeim tímapunkti einhvern veginn lögfræði vera alveg frámunulega borgaraleg og hallærisleg. En svo þess kom ég mjög óvart að það var haldin svona áhugasviðskönnun inn í Fjölbraut og þá bara fór lögfræði með himinskautum. Það bara niðurstaða þeirra könnunar sem að fór í hjá námsrækja bara þú átt að verða lögfræðingur og fyrir eiginlega þrákelkni námsrækjans þá ákvað ég að prófa þetta og þetta var auðvitað reyndist vera alveg ljómandi skemmtilegt og það var auðvitað frábært að stunda nám hér við lagadeild og ekki síður auðvitað félagslífið. Ég dróst eins og hér kom fram mjög fljótlega inn í svona starf rösku og endaði með því að ég var formaður Stundaráðs. Það var auðvitað frábær skóli sem að mótaði mann að mörgu leyti
en hefur svolítið svona komið í bakið á manni í seinni tíð að því leita ég held að sko forvígismönnum stúdenta á þessum árum hafa verið hleypt allt og lágt. Það að segja, hafa aukist og gríðilega alls konar kröfur á okkur kennara og réttindi stúdenta fara alveg með himinskautum. Þannig að þetta hefur svolítið svona bitið og svona eftir á hyggja maður að býta akkur var enginn til þess að stoppa þessa stúdenta af. En þetta nú svona það sem maður býr við. Nú ég fór síðan sem sagt kláraði þarna auðvitað lagadeildina 2002 og byrjaði að vinna hjá landslögum og þar var auðvitað mjög góður skóli. Ég hef nú stundum sagt það að þegar maður útskrifast úr lögfræðinni það svolítið þannig að maður hefur svolítið svona vélbúnaðinn en maður kannski vantar hugbúnaðinn. Það er að segja, maður kann fullt af svona abstrakt hlutum en svo kemur að því að beita þeim. Og þá skiptir auðvitað talsverðu máli svona hvar maður lendir í sínu fyrsta starfi. Því það er auðvitað þannig að það mótar maður svolítið og þetta sér maður auðvitað bara í lögmennskurum sem að hér eru þeir átta sig á því að það er mjög oft þannig að þegar fulltrúi byrjar að vinna á lögmannsstofu þá eftir 3 ár er hann eiginlega farin að haga sér nákvæmlega eins og sko eigandinn. Það eru þetta svolítið þannig og þarna tel ég mig hafa verið mjög heppinn í Datnir á landslög sem var svona á þeim tímapunkti býsna fáir en gríðarlega öflugir lögfræðingar sem að drógu mann inn í alls konar spennandi verkefni og læriði mjög mikið af þeim. Nú síðan fór ég auðvitað í þetta nám út til Bandaríkjanna og það breytti ansi miklu. Þá fór maður að opna hugan fyrir öðru fram að þeim tímapunkti og þegar ég fór út þá lá ekkert annað fyrir en ég bara kæmi heim og erði partner sem allra fyrst og væri bara í lögmennskunni en þetta fór maður svona að hugsa aðra hluti, fór að svona koma auga á þessa akademísku störf og hafa áhuga á sko líka doktorsnámi og það fór svolítið saman við það að þegar ég að koma heim þá hefur við að Már samband og spyr hvort ég sé ekki tilbúin að koma inn í kennslu og það var mjög gaman og eftir það gerðust hlutinni svolítið hratt að ég var stundakerfi 2006, aðjúnkt og 2007 og síðan beint þá lektor í fullu starfi sama ár og síðan byrjaði ég doktorsnámið og hef verið hér. Var dósent 2009, kláraði doktorsnámið 2011 og prófessor 2014. Þetta er svona bakgrunnurinn áður en að maður kemur hérna inn og ef við skoðum þá aðeins, þú veist ég minna að þið sjáu það, þetta er náttúrulega ferið þá hér síðan 2007 og þá víkjum við svona aðeins að því hvað maður hefur þá verið að fást við í þessu og við komum fyrst á rannsóknunum þá mér telst ekki vitlaust til þá þetta 5 bækur, 6 bókakaflar og 14 tímaritsgreinar og þetta á ég auðvitað ekki allt sérstaklega ekki bækurnar, þær eru svona í flestum tilvikum samstarfsverkefni og náttúrulega skýrast að dæmi þessi 9 rit okkar við að smá sem við vinnum saman en bókakaflarnir og 14 þessar tímaritsgreinar eru nú í langflestum tilvikum bara eitthvað sem ég hef þá gert einn. Og þegar maður horfir svona yfir þetta heilt yfir þá þetta kannski svolítið einkenni á þessu eins og Daði nefndi að þetta er svolítið vítt svið. Það er að segja, svo ég útskýrum aðeins líka því hér eru margir ólöglegir, það er svona mjög hefðbundið að kannski að greina lögfræðina í svona 2 meginsvið. Annars vegar allsherjarrétt sem að fjalla svona það réttarreglu sem varða hið opinbera, það er að segja svona starfshætti og skipulag ríkisins og réttarstöðu einstaklinga gagnvart ríkinu og svo hins vegar einkarétt sem fjallar þá svona samskiptin innbyrðis sko. Samskipti borgarana innbyrðis frekar en sko gagnvart ríkinu og það sem að þegar ég horfi yfir þá hef ég verið eiginlega svolítið mikið á báðum sviðum. Ég hef eiginlega skrifað bækur þá á hvort tveggja. Já, náttúrulega doktorsritið, þarna mannréttindi lögaðila eru þetta á sviði ríkisréttar eða allsherjarréttar, það er bara hreinn og klár stjórnskipunarréttur. Opinbert markaðseftirlit er líka klár ríkisréttur, það er stjórnskipunarréttur og stjórnsýsluréttur. En svo eins og Daði kom inn á seinni tíð þá hef ég verið kannski meira í einkaréttinum og fjármunaréttinum og það er náttúrulega gott dæmi það eru þessi bótaréttarrit sem eru skaðabótaréttur og vátryggingaréttur. Og svo má þetta nefna sumt að þessu fer auðvitað bil beggja. Við getum tekið og er svolítið á báðum sviðum eins og þessi neytendaréttur þar sem það rit hlutast í reynd í sko einn hlut einkarétt og annar allsherjarrétt. Það er ástæðan fyrir ég nefna þetta aðalega, ég tel þetta svona vera freka breytt sig. Það er auðvitað tiltölulega algengt að svona fræðimenn og lögfræðingar kannski borið sér svolítið niður og annað hvort megin sviðið en ég hef svona reynt að leggja mig í líma við að halda mig ferskum á báðum sviðum að því ég held að það skipti miklu máli svona upp á heildarmyndina og hef verið þá gæfu aðnjótandi að fá að vera svolítið á 2 sviðum. Nú, þetta eru sem sagt þá fullt af verkum sem hafa komið út og það eru auðvitað byggja alltaf á einhverjum rannsóknum og þá eru auðvitað eðlilegt að mér spyrji hvaða rannsóknar aðferðir ertu að nota. Og það væri auðvitað að tala lengi hér það og svona mismunandi rannsóknar aðferðir á sviði lögfræði
og enda það, þú veist, og menn hafa mismunandi skoðanir á því. En það má þetta segja að þetta einkenni flestra þessara rita svona klassísk rettsdogmatík, það að segja þessi svona hefðbundna lögfræðilega nálgun, það sem að maður leitast við með verkinu að bregða ljósi á gildandi reglur á einhverju tilteknu sviði. Og að baki því liggur þá rannsókn, það að segja, þú rannsakar það réttar heimildir og önnur gögn sem almennt viðurkennt að þú lítir til þegar þú dregur ályktanir hvað gildandi réttur, og þetta náttúrulega dómar og sett lög og lögskýringargögn og allt þetta. Og grundvelli allra þessara gagna dregur þá ályktanir það hvað gildandi réttur og svo lýsir því með kerfisbundnum hætti. Og náttúrulega bótaréttur 1 og 2 eru svona klassísk rit af þessu sviði, neytendaréttur líka og reyndar mörg fleiri. En þegar maður horfir yfir þetta þá þetta samt sem áður öll verkin, þetta alls ekki allt einhver hrein og klár svona dogmatík, heldur þrátt fyrir allt nokkuð fjölbreytileika ferðin, og í fyrsta lagi langar mig auðvitað nefna doktorsritið í þeim efnum að þar náttúrulega maður að kafa talsvert dýpra, þar var ég að fást við viðfangsefni, þar sem að þessi svona hefðbundu gögn sem að lituðu til skiluðu bara verulegu leyti auðu, bara veitt ekki svörun það hvað væri gildandi réttur á þessu leyti. Og þá þarf maður auðvitað að glíma við það, og þar fór ég út í það sem ég kallaði svona kennileg nálgun þar að segja ég reyndi að greina kennilegan grundvöld hvers og eins réttinda ákvæðis og síðan spegla vernd lögaðila í þeim grundvelli og draga ályktanir á þeim grundvelli. Og ángi af þessari nálgunni líka þessi grein sem ég skrifaði þarna hinn kennilegi grundvelli 73. grein stjórnarskrárinnar í tímariti lögfræðinga sem að svona, það sem ég að mæla svolítið fyrir svona kennilegri nálgun að stjórnarskrárar ákvæðunum og ég held að sú grein verið svona flestar átt að telja svona frekar óhefbundin í íslenskum fræðisgreiðum. Þannig að maður hefur semst verið að reyna að gera mismunandi hluti, og það má nefna líka þá þarna í þriðja lagi að markmiðið hefur ekkert alltaf verið endilega bara að lýsa gildandi rétti, heldur einmitt kannski að framkvæma rannsókn og reyna að greina hvað má betur fara og setja það svo fram. Og það svona það sem ég nefni þetta kannski framþróun réttarins, og það eru tekið svona 2 dæmi af því, annars vegar þetta þegar ég var að skrifa skaðabætur vegna kynferðisbrota og mæla fyrir ákveðnum svona breytingum þar, og náttúrulega svo skrifaði ég þarna nýlega þessa grein breytinga þörf á skaðabótalögum, þar sem fyrst og fremst verið að skoða það og þeirri spurningu svarað játandi, og síðan í greininni sett fram ýmissa atriði í þeim efnum. Þannig að maður hefur auðvitað, í grunninn þetta svona klassísk rettsdogmatík, en maður hefur líka verið að reyna að gera aðra hluti og taka breiðari nálgun, og ég tel svona að þetta sé í reynd svona nokkuð fjölbreyttur kokteil þegar maður horfir yfir þetta heilt yfir. Nú síðan hef ég verið auðvitað með eins og við hér, við erum auðvitað öll að kenna allt og mikið, þannig ég sjá að þetta er koma hann upp á glærunni öll námskeiðin sem ég hef umsjón með, og ég ætla nú ekki að fara að þylja þau öll upp, en þetta er auðvitað býsna fjölbreytt og margvísleg námskeið, og þetta er umsjónarnámskeiðin, en svo hef ég auðvitað haft aðkomað kennslu í enn fleiri greinum, og þetta er eins og ég segi bæði á sviði allsherjarréttar, á sviði einkaréttar líka. Svo hef ég auðvitað verið að leiðbeina ritgerðum, byrjaði á BA-stiginu þar og fór síðan á meistarastigið og hef lengi verið þar og svona aðeins að byrja að fikra minn og doktorstigið í þeim efnum. Nú áherslur í kennslu gegnum tíðina, þá er óhætt að segja að í grunninn hef ég auðvitað byggt bara á hefðbundu fyrirlestraformi. Og nú hafa menn auðvitað agnúast svolítið mikið út í þetta hefðbunda fyrirlestraform, og það er margt til í þeirri gagnrýni. Það breytir því ekki samt að ég held að í svona grunnnámi þar sem að nemendur eru að ná svona ákveðnum grunnatriðum í fræðunum, þá sé ég reynd mjög mikilvægt að þau fá ekki bara bækurnar í hendur, heldur líka þetta form þar sem þeim innprentuð svona meginatriði í nokkuð meitluðu máli, og þess vegna ég byggt á því í grunninn. Samhliða því hef ég hins vegar reynt að leggja mikla áherslu á úrlausn og flutning raunhæfra verkefna. Og það hef ég auðvitað bæði gert með því að vera bara með til umræðu í tímum, einhver verkefni strax í kjölfar umfjöllunar sem við diskuterum þá, eða þá með einhvers konar skilum þar sem þið glíma við raunverulega svona álitamál. Ég hef reynt að gera allt hvað ég get til þess að svona auka þennan þátt, en það verður að viðgerðast þannig verið svolítið erfiður á undanförnum árum að því við erum með svo gríðarlega fjölda af nemendum. Það stendur undir til bóta, eins og ég kem að nánar síðar. Svo hef ég auðvitað líka verið að reyna að breikka námsmat með því að, þú veist, hér var auðvitað klassíkin að vera alltaf með þessi 100% lokapróf. Ég hef verið að reyna að auka verkefnavægi þar og svona einhver hlutapróf og aftur, nemendafjöldin hefur gert það svolítið erfitt fyrir. En þó tel ég mig hafa breikkað námsmat nokkuð í þeim greinum sem að ég er með.
Þá komum við að framtíðinni, áður en ég kem að því. Þá hins vegar, að því að hér situr svo föngul hópur, þá vil ég nýta tækifæri og þakka sérstaklega samstarfsfólki mínu hjá lagadeild og innan háskólans fyrir samstarfið þessu undanfarin ár, sem að hefur verið algjörlega, bara ótrúlega skemmtilegt og ég verð bara að segja það og viðurkenna það að þegar ég var hér laganemi, þá áleit ég lagadeildin ekki mjög spennandi vinnustað. Og ég held að við nemendurnir hafa náttúrulega almennt verið nokkuð sammála það. Og þegar ég skipti hérna yfir og kom hérna úr fjörunni hjá landslögum, ég sé að Garðar Garðarsson nú mættur hér á landslögum og getur vottað um það var oft mikið fjör og ég var að fara að skipta hingað yfir, þá kveið ég svolítið fyrir því. Ég sá svolítið fyrir því að bara hádegin eru þannig, ég sæti bara einn með minn banana inn á skrifstofu, sko. En það reyndist aldrei, þannig var einhvern veginn svolítið upplifun okkar nemendar við vorum í deildinni, en þannig hefur þetta aldrei ekki verið. Hér sem sagt bara gaman, þrátt fyrir að mörguleiti varnarbaráttu með tilliti fjárveitinga og svona stemming og samhugur. Þannig að ég þakka fyrir það og ég vil líka þakka því hér eru svo margir sem að tengjast þessum aukastörfum sem ég kannski ekki að fjalla um hér, sem sérstaklega gaman að sjá hér. Þú veist, það eru og þau störf hafa líka gefið mér mikið. Hér eru fulltrúar úr dómarastéttinni, frá því ég var niður við Lækjartorg hjá Héraðsdómi og frá alls konar stjórnsýslunefndir sem ég hef komið af og það líka hefur gefið mér, verið mjög góður skóli, hjálpa mann í fræðunum en leiði verið bara mjög skemmtilegt í mannlegum samskiptum. Og áður en ég fer í framtíðina þá vil ég líka nota tækifærið og rétt að færa sérstakar þakkir til Viðars Más sem hér er. Að öðrum ólaustum þá hefur hann haft svona mest það að segja kannski að ég datt inn í þetta, það er að segja að hann ekki aðeins svona fjekkar mig svolítið inn í hennan heim á sínum tíma, heldur hefur okkar samstarf verið mjög mikið á allra síðustu árum og það hefur gefið mér mjög mikið og ég held að fyrir ungan áhugamann íslenskan bótarétt þá það svolítið eins og fyrir áhugamann knattspyrnu að detta inn í landsliðið að vera boðið að taka þátt í risastóru bótaréttaverkefni með Viðari Má. Það þannig, þetta er mjög gaman og mjög mikið tækifæri og ég þakka sérstaklega fyrir það og það líka svona karaktereinkenni fyrir Viðar Má í því öllu að hvernig hann einhvern veginn allt frá upphafi hefur einhvern veginn bara frá því að nýútskrifa svona nálgast mann sem jafningja sem þrátt fyrir augljósa yfirburði en það svona karaktereinkenni og bara það eitt hefur svona kempir yfirleitt í svona bara mannlegum samskiptum. Að öllum öðrum ólöstum þá færi ég honum algjöra sérstakar þakkir og hlakka til að starfa með honum áfram því að við erum komin í framtíðina og þá spurningin hvað eru næstu skref í þessu og það bótaréttur 3 og 4 sem við ætlum okkur í innan tíðar og höfum nú svona aðeins verið að jafna okkur eftir þessi fyrstu 2 rit en bótaréttur 3 sem mun fjalla sérstakan hluta skaðabótaréttar og bótaréttur 4 mun fjalla sérstakan hluta vátryggingaréttar. Síðan, og þetta sem sagt eitthvað svona álíka stór rit vonandi sem kannski aðeins minni sem koma út á einhvern tímann á næstu árum. Annað sem ég hef mikinn áhuga núna fjölmiðlaréttur og það tvíþætt. Annars vegar er ég nýdottinn inn í svona alþjóðlegt svona netverk þar sem Oddný Mjöll sem hér er nú, hafði nú milligöngum að koma mér inn í þar sem er meðal annars verið að fara að gefa út bók um nýmiðlana á þessu sviði, þar sem ég mun taka þátt í ritstjórn og það sem sagt annar ángeð svona þeirra rannsóknar, hinn síðan það að ég ætla að skrifa bók íslenskar fjölmiðlarétt. Páll Sigurðsson gaf út frábært rit á sínu tíma íslenska fjölmiðlarétt en það var ritað fyrir 20 árum og síðan hefur ansi margt breyst og komið nauðsyn að skrifa það að nýju og það ætla ég mér í núna í samstarfi við Halldóru Þorsteinsdóttur. Önnur verkefni á prófinu almennu viðskipti og neytendaréttur. Við Ása Ólafsdóttir gáfum út bókina Neytendaréttur fyrir nokkrum árum og það tengdist ákveðnu námskeið hér við deildina sem hefur síðan stækkað mjög mikið. Það var sett í 10 einingar á dögunum og þangað komin inn svið eins og fasteignakauparéttur og leiguréttur og ætlunin sem sagt að uppfæra gömlu neytendaréttarbókina og bæta þeim hlutum inn í hana og uppfæra hana með til breytinga. Þannig að það mun væntanlega koma út rit sem heitir almennur viðskipti á neytendaréttur innan ekki allt og langs tíma sem að verður þá eins konar gamli neytendarétturinn á sterum. Það er svona talsveit stærri bók. Síðan eru 2 efni sem ég hef mikinn áhuga á, sem að mér alveg klæjar í lóan að komast í. Það annars vegar almennt fjártjón og hins vegar mörk og takmarkanir skaðabótaábyrgðar.
Og nú spyr ég þau þetta býtu hvað ég að hugsa? Ekki bótaréttur 1, 2, 3 og 4 alveg nóg? Og það er þetta alveg eðlilegt að spurt sé en þetta er svo rosalega yfirgripsmikið svið og það ég tel að þrátt fyrir það sem við erum að gera í þessum bótaréttarverkefni þá mun það láta alls konar spurningum varðar almennt fjártjón og mörk og takmarkanir skaðabótaábyrgðar ósvarað. Og það alls konar mystík svona á þessu sviði hvaða reglur nákvæmlega gilda almennt fjártjón og hvernig við nálgumst mörk og takmarkanir skaðabótaábyrgðar í íslenskum rétti. Og þetta hefur auðvitað átt við skandinavíska rétt líka en á síðustu árum hafa verið að koma út ansi góð rit í Skandinavíu sem að gera þessu nokkuð góð skil og mér langar alveg hrikalega mikið til að komast í að skrifa svona rit. En þið sjáu þetta verkefnalistin langur og ég veit ekki alveg hvenær, þetta hefði kannski verið alveg ídeal doktorsverkefni á sínum tíma, bæði, en ég ætla nú ekki að taka doktor númer 2, en þetta mér langar einhvern tíman í þetta, alveg klárlega. Og þetta margt fleira, mann langar alltaf svo mikið en þetta er svona óskalistinn í bráð. Nú framtíðarvarandi kennslu, þá verða þetta áherslurnar til framtíðar bara svipar og hinga til, maður auðvitað byggir á því sem að maður hefur svona komið sér upp hér. Ég hef auðvitað áhuga á því að breikka námsmatið frekar og ég hef mikinn áhuga að auka munnlega flutning hjá raunhæfu verkefnum hjá nemendum. Þessu kvartaði mér réttilega gjarnan undan við lok náms. Að þau hafi ekki fengið og þau hafi verið mikið svona neytendur í náminu. Sitið mikið bara hlusta, ekki þurft að gera nógu mikið að koma upp í pontu og standa fyrir máli sínu og vera í munnlegum flutningi. Það enda svo skrítið að þetta segja þau þegar þau ljúka náminu en alltaf þegar maður í náminu sjálfu að reyna að innleiða svona breytingar þá koma rama kveinin nú að fara að auka álag og allt það. En það stundum sagt að virkir nemendur séu íhaldssamasti hópurinn í háskólasamfélaginu. Það svona nokkuð til í því að gengur stundum svolítið illa kannski að fá þau til að sættast á þessar breytingar. En ég held á endanum við útskrift þá verði iðulega þakklátt fyrir þessa svona ekstra vinnu og þetta hvort tveggja hef ég mikinn áhuga á að breikka námsmatið frekar og ná upp fleiri svona raunhæfum verkefnum. Þetta hangir auðvitað svolítið saman við þetta sem ég nefndi áðan að það þarf auðvitað að fækka nemendum per kennara og það einhverju veit að gera sjálfkrafa en held ég mjög mikilvægt fyrir deildina. Annað sem ég mikinn áhuga á svona þessar klínísku einingar. Það var nokkuð sem maður auðvitað kynnti svolítið þegar maður fór í nám erlendis að það var boðið upp á að taka hluta námsins svona við úrlausn raunhæfra álitaefna. Það voru menn gjarnan að vinna einhvers konar aðstöð við samtök eða við einhverja sem voru að fást við alvöru lögfræði og fengu það svo metið inn í námið. Við byrjuðum aðeins með þetta hérna í lagadeild. Vorum aðeins að prófa þetta í fyrra haustminni og ég hef svona áhuga á því að reyna að koma því að auka þetta frekar. Þetta nú svona áherslandi kennslu, auðvitað hangi þetta allt auðvitað saman við fjárveitingar, eins og þið vitið og ég ætla ekki að fara, ég gæti auðvitað sett í mikla eldmessu fjárveitingar til háskólastigsins en rektor hefur nú að standa sig ágætlega í því undanfarið að benda á þetta og hvað það stutt í gamla stúdentapólitíku sem hjá mér. Ég gæti alveg dottið inn á það en ég ætla ekki að gera þetta, bara leggja áherslu á þetta ástand sem hér hefur verið, þetta gengur ekki til lengdar og þarf auðvitað að auka hér framlög. Nú þetta voru sem sagt, þetta voru auðvitað rannsóknir, kennsla og í fortíð og framtíð en auðvitað allt það sem ég hef verið að tala í þessar 25 mínútur eða hvað það auðvitað bara allt bara vinna mín og þegar á öllu á botnin hvort þá auðvitað aðrir hlutir sem skipta miklu meira máli í lífinu og leið auðvitað móta mann sem persónu og þau faglegu störf sem að maður tekur sér á hendur og þess að finnst mér ekki hægt að sleppa því alveg að svona varpa aðeins að ljósi á hvað nú sem skiptir mestu máli og það auðvitað þetta sem mikilvægasta hlutverkið og mótar auðvitað allt mitt líf og allt sem ég geri. Það sita nú tvær hérna. Þetta sem sagt Caritas Embla hérna til lengst til vinstri og svo Jóhanna Kristín og svo Snæfríður Eva. Og ég átti að koma því til skila að Snæfríður Eva talsveit betri en ég í fótbolta og ég get líka þá sagt að Caritas Embla talsveit betri en ég í tónlist og leiklist svo öllu sitt haldið. En þetta auðvitað skiptir mig langmestu máli og svo það auðvitað allt hitt. Ég nú þeirra gæfu
aðnjótandi að eiga frábæra fjölskyldu og frábæra vini sem maður hefur sankaði sér í gegnum tíðina og það auðvitað svona við þetta tækifæri auðvitað rétt að þakka þeim, bara auðvitað fyrir stuðningi sem maður fengið svona í bara sínu faglegu störfum en ekki síður fyrir bara allt hitt sem á endanum eins og ég segi skiptir auðvitað langmestu máli í lífinu. Hitt þrátt fyrir alla allt og allt það bara vinnan. En þetta sem sagt svona einhverjar handahófskendar myndir af ánægju stundum bara í mínu lífi mjög nýlegum þarna og ég ætla ekki að fara að útskýra þetta freka þannig margir þetta sem kannast við sig á þessum myndum og væri auðvitað hægt að birta miklu fleiri myndir og miklu fleira fólki. Og að frátöldu þetta fjölskyldu og vinum þá eru þetta áhugamálin sem skipta máli og þau eru ég nú bara svona klassískur í því að það eru ranka kannski hæst svona tónlist og íþróttir og þarna sjáum við svona smávegis í þeirri iðju þarna til vinstri þetta nú gömul forsíða lögmannablaðsins sýnir mig við tónlistariðkun þessi forsíða hefur reyndar að upprætta alveg gríðarlegs misskilning að ég kunna spila á bassa sem alls ekki rétt. Þetta í fyrsta af eina skipti sem ég spilaði á bassa og þetta var algjörlega hræðilegt. En þetta kom sem sagt á forsíðu lögmannablaðsins held ég tvisvar, líka þegar var að auglýsa lagadaginn árið eftir hann, þetta mjög algengum misskilningur í þessi bassaleikari. Ég er allt í lagi á píanó og gæti alveg sungið og spilað á gítar en bassanum ég hræðilegur í. Og svo þetta sportið, maður þetta alltaf að kafa í því og ég sagði hann aðeins að monta mig fyrst maður fann að tala sjálfan sig að þannig nú að koma í mark í Laugavallshlaupinu í sumar. Og þarna fyrir neðan ég semst að hlaupa með dæturum mínum í 10 kílómetrunum í Reykjavíkurmaraþoninu núna í haust. Og þetta kann auðvitað virka svolítið öfugsnúið, innsetningar erinda, maður fjallar í 25 mínútur um öll þessi merkilegu störf og kennslu og enda svo með að segja ekkert af þessu rankar inn á listan yfir það sem skiptir raunverulega máli. En svona þetta nú bara samt, þú veist, ég elska starfið mitt, mér finnst þetta hrikalega gaman, mér finnst prófessorstarfið mjög mikilvægt og ég hef lagt þið allan fram og ætla að gera það áfram, en það breytir því auðvitað ekki að á endanum eru það aðrir hlutir sem að skipta mann kannski mestu máli og móta leið auðvitað það hvernig maður hagar sér í sínu faglegu störfum og þar að leiðandi ekki hægt hreinlega að sleppa þegar maður að tala í 30 mínútur sjálfan sig. En að því sögðu þá ætla ég bara í bili að þakka fyrir komin og ég vona að þið séu svona einhverju nær það bara hvaðan ég að koma og hvað ég hef verið að gera og hvað ég ætla mér að fara að gera og bara enn og aftur þakkir til alls þess að fólk sem hér fyrir bara allan stuðningin í gegnum tíðina og ég hlakka til að njóta veitinga með ykkur og eftir en takk fyrir í bili.